sæl. Akureyri á afmæli í dag, en þess nú minnst að 125 ár eru liðin frá því að bærinn fékk kaupstaðarréttindi. Á tímamótum eins og þessum verður manni gjarnan litið til fortíðarinnar og ýmsar spurningar vakna, spurningar eins og þær, hvers konar fólk bjó hér áður fyrr, hvernig var umhorfs og hvað var að gerast. Eðvarð Sigurgeirsson ljósmyndari á í fórum sínum umfangsmikið safn kvikmynda frá liðinni tíð, en þessar myndir sýna Akureyri nokkra áratugi aftur í tímann. Hér í kvöld og annað kvöld sjáum við brot úr þessum myndum og kynnumst einnig afmælisbarninu Akureyri eins og bærinn er nú. Þetta er ekki nein söguleg úttekt, heldur litlar svipmyndir frá nútíð og þátíð. Elstu myndirnar úr safni Eðvarðs ljósmyndara eru frá árinu 1939 og eins og væntamátt það svart-hvítar. Myndir sem eru teknar eftir 1944 í lit, en allt eru þetta kvikmyndir án hljóðs. Í þessari Akureyrarsyrpu eru svipmyndir úr bæjarlífinu eðlilega númer 1, en óneitanlega hefði það verið freistandi að fara út fyrir þann ramma og sýna ykkur myndir úr Hvannalindaferð, myndir frá Geysislýsi, myndir af hreindýraslóðum og fleiri myndir sem að teknar eru víðsvegar um landið og eru geymdar í kvikmyndasafninu hans Eðvarðs í Möðruvallastræti á Akureyri. En það verður að bíða betri tíma. Eðvarð hefur myndað hinar ýmsu hliðar bæjarlífsins á Akureyri, en þegar farið yfir skrár hans kemur í ljós að samkomuhúsið hefur honum afar kært og á hann margar heilsteyptar senur úr gömlum uppsetningum frá leikfélagi Akureyrar. Kosningamyndir og höfðingjaheimsóknir, íþróttamót og almennar bæjarlífsmyndir eru einnig áberandi í safninu, svo og ýmsir áfangar í atvinnulífinu eins og þegar Akureyringar eignuðust togaraflotann og ekki má gleyma lystigarðinum sem greinilega hefur heillað kvikmyndatökumanninn frá Akureyri. Ég fekk vélina, þessa vél, einmitt 39 og hef tekið á hana sem sagt núna í það 50 ár. Hvað kostaði þessi vél þegar þú keyptir hana? Hann sagði sig frá því. Ég fekk aldrei á borgana. Nú, akkur ekki. Vilhjálmur Þór, hann keypti hann í Ameríku, Chicago, og svo ætlaði að kaupa hana og spurði hvað eftir hana, hvað hann kostaði. Ég hef búin að gera það svo oft að ég hætti því og síðan hef ég aldrei verið eitthvað hana. Þetta er góð vél? Ágætt vél. Að vísu var bara ein linsa á henni þá og ég lét kaupa aðdráttarlinsuna og viðinginlinsuna seinna.
En hvað upphaflega var til þess að þú fórst að mynda? Já, sko, ég tók nú ljósmyndi náttúrulega fyrst og svo var þetta náttúrulega leitið hérna hvaða öðru að taka kvikmyndavélina í tónlistuna. Þú varst aldrei með hljóð þetta? Nei, aldrei með það. Saknaðir þess ekkert? Jó, en það bara, sko, fyrst þegar ég byrjaði svo þá það svoleiðis vélar ekki, já, ég held ekki að marka svona litla vélar. Það hefur aldrei hvarflað að þér að endurnýja tæknibúnaðinn og fá þér vél og hljóð? Ég held að sé hann nú gamall til þess. Já. Hvað ertu gamall? Á ég að segja það öllu svo allir heyri. Ég að verða áttræður. Hvað ertu búin að fara víða til þess að mynda? Til að mynda? Já. Það nú dálítið víða. Sko bæði hér á landi og úti. Við ferðast hér innanlands mikið í þessum? Jú. Alveg hérna allt Norrland og Austurland og Suðurland sem meira minnum allt landi. Hvaða ferð eftirminnilegust af þessum ferðum hér Ísland? Ég hugsaði síðan á hreindýraslóðum. Hvert fórstu þá? Þá fór ég í Kringisárana sem norður brún Vatnajökuls sem hreindýrin halda sér á sumri og við fórum 3 ferðir. Hvað áttu mikið safn af þessum myndum? Þú hefur haldið þessu saman? Ég hefði nú ekki alveg í kollinum hvað mörg fet eða svoleiðis það er mjög margir klukkutímar. Hefur þetta verið áhugamennska eingöngu eða hefur þið selt eitthvað af þessu? Nei, það er eiginlega mest áhugamennska og svo ferðast ég og sýndi þetta út allt land. Var það vinsælt að sjá þetta? Já, mjög vinsælt. Bæði Suðurland og Austri Vík í Mýrdal og svo allt Norrland og Austurland. Hvað finnst þér þetta sem er verið að gera í kvikmyndu núna hér á landi? Jú, mér finnst það mjög spennandi allt saman. Vildur þú vera ungur maður í kvikmyndagerð í dag? Já, ég hef ekkert á móti því. Hvaða myndir getið vænstum? Þetta er margar gamlar myndir. Já, allir sé nú ekki á hreindýraslóðum og svo þetta spennandi ferðalag upp á Vatnajökul. Það Geysislýsið varð. En úr bæjarlífinu? Bæjarlífinu? Já, ég er nú svolítið að hugsa mig svona. Þú verðist að hafa mikinn áhuga á listigarðinum, að sér margar myndir þaðan. Já, sko, þegar hérna þjóðhöfðingjar koma til bæjarins, þá var alltaf tekið á móti þeim í listgarðinum. Og ég tók yfirleitt alla þjóðhöfðingar sem komu svona í opinberri heimsókn. Á það náttúrulega. Í listigarðinum hafa verið haldnar skemmtanir allt frá árinu 1919 og þar hefur verið tekið á móti fjölmörgum þjóðhöfðingjum bæði erlendum og innlendum. Hér er elsta myndin sem Eðvarð tók af íslenskum þjóðhöfðingjum í listigarðinum en myndin er frá árinu 1943 Sveinbjörn Björnsson kom sem ríkisstjóri til Akureyrar ásamt konu sinni. Þegar þessar myndir eru grannt skoðaðar og borðnar saman við listigarðin eins og hann er nú á afmælisárinu, sést glöggt hversu vel gróður hefur þrifist í þessari grænu vini gegnum árin. Ásgeir Ásgeirsson forseti heimsótti Akureyri nær 10 árum síðar eða árið 1954 þessar myndir voru teknar
og enn er það listigarðurinn sem myndar umgjörð móttöku forsetahjónanna. Árið 1969 kom þriðji forseti hins íslenska lýðveldis, Kristján Eldjárn, í heimsókn til bæjarins og sem fyrr er Eðvarð Sigurgeirsson á staðnum til þess að festa atburðinn á filmu. Þessar myndir eru hins vegar frá árinu 1981 Vigdís Finnbogadóttir forseti heimsótti listigarðinn í ausandi rigningu. En þrátt fyrir veðrið fór athöfnin fram samkvæmt dagskrá og eftir að forsetanum hafði verið útvegar teppi og regnhlíf virðist sem allir unni sér hið besta í garðinum. Á hátíðahöldunum þessa helgi í tilefni af því að bærinn hefur verið kaupstaður í 125 ár er listigarðurinn enn sem fyrir miðpunktur hátíðahaldanna. En hversu mikið er garðurinn annars notaður í formlegum tilgangi? Við notum hann ekki oft, við notum hann aðalega þegar einhverju meiri háttar atburðir eru eins og þegar þjóðhöfðingjar koma í heimsókn og þegar bærinn á stór afmæli. Hvernig finnst þér listigarðurinn? Mér finnst hann mjög skemmtilegur og hann vekur mikla athygli hérna í bænum og það virðist vera að þegar útlendingar koma hérna í bæinn að þeir sæki mjög mikið í listigarðinn. Hvernig er listigarðurinn fallinn til þess að taka á móti gestum? Hann er náttúrulega ekki hannaður með tilliti til þess, en við höfum alltaf getað bjargað okkur með framkvæmdum í garðinum áður. En núna eru aðstæðurnar orðnar nokkuð betri eftir að Eyrarlandsstofa var gerð upp og flutt inn í listigarðinn. Og hvaða aðstæða er í því húsi? Já, það er aðstæða til að taka á móti gestum og þar hefur líka starfsfólkið í listigarðinum aðstöðu og þarna er hægt að vera með veitingar og fleira. Hver er saga þessa hús? Já, þetta er gamla stofan á Eyrarlandi og Eyrarland var bær sem stóð þarna sunnan við listigarðinn og síðan var þetta hús komið í hálfgert reiðileysi og það var flutt inn í garðinn í vetur og gert upp og arkitekt af þessu var Þorsteinn Gunnarsson og starfsmenn bæjarins að þeir unnu við að gera húsið upp. Sunnan undir vegg Eyrarlandsstofur garðyrkjustjóri bæjarins spurður þýðingu listigarðsins. Ég held að listigarðurinn sé kjölfesta í umhverfismálum og ræktunarmálum hér. Eins og menn vita þá eru pröfaðir hér nýjar tegundir á hverju ári og listigarðurinn hann er vísinda miðstöð og hann er fróðleiksbrunnur fyrir þá sem að vilja sækja sér hvatningu. Þannig að þetta má segja að listigarðurinn hann sé perla okkar í umhverfismálum. Eru Akureyringar almennt áhugasamir garðyrkju? Akureyringar eru mjög áhugasamir og þeir byggja á gamlum hefðum og það má sjá eins og raunar í flestum bæjum á Íslandi núorðið að þegar fólk flytur inn í ný hús að þá er kominn garður
í kringum húsið mjög stuttu eftir eða jafnvel þegar fólk flytur inn. Nú Akureyri mjög grænn bær. Eru skilyrði hér til garðyrkju betri en annars staðar? Skilyrðin hérna eru mjög góð að vísu. Við höfum góð sumur með háum lofthita á daginn og kalda og staðviðra sama vetur með snjóþekju sem að passar upp á gróðurinn okkar. En umhverfismál byggjast nú ekki einvörðungu á trjám og raunar hægt á öllu Íslandi að ná verulegum árangri í umhverfismálum, til dæmis bara með steinum og grjóti, steinum og torfi. Finnst þér ungt fólk eða unglingarnir hérna áhugasamir gróður? Já, unglingar eru mjög áhugasamir. Það lítið skemmdir, þó alltaf séu einhverjir sem að hlaupa út undan sér. Og ég þakka það því að unglingarnir þeir vinna mjög mikið við gróðursetningar á sumrin á vegum bæjarfélagsins. Listigarðurinn á Akureyri var fyrsti almenningsgarður á Íslandi en konur hafa mjög komið við sögu hans, enda að finna í garðinu lágmynd sem ástendur letrað Konur gerðu garðinn 1912 og minnisvarði skartar á fallegum stað í garðinum af Margréti Schutt sem hafði forystum rekstur garðsins í full 30 ár og vann öll sín störf í sjálfboðavinnu. En hver forsaga garðsins? Já, það er nú fyrst til að taka að það var stofnað Listigarðsfélag 1910. En forsprakkin í þessu öllu saman var Anna Katríne Schutt sem fluttist til Íslands 1868 með manni sínum og barni. Þau tóku hér við bakarí Höfners. En hún var aðal driffjöðrun í að koma upp Listigarðinum og Clemens Jónsson segir í sögu Akureyrar að hún hafi eiginlega plantað hann allan með eigin höndum. Altså fyrsta partinum. Fyrsta partin hefur hún náttúrulega plantað. En svo tók nú einhverjir við, hún féll frá 1921 og þá var eitthvað millibils ástand, þá voru einu, tveir eða þrír sem að tóku 1-2 ár þarna sem forstöðumenn Listigarðinum. En svo tók tengdamóðir minn við, Margréti, Elíse Margréti Schutt. Frís var hennar ung meyjarnafn. Nú þessar konur danskar. Finnst þér Listigarðurinn vera danskur garður? Nei, sannarlega ekki. Sko þessar konur urðu góðir Íslendingar.
eins og Eðvarð gerði grein fyrir á kynningaskiltinu í upphafi þessarar gömlu myndasirpu þá voru myndirnar teknar á friðardaginn árið 1945 en þær sýna greinilega hvernig var umhorfs við Ráðhústorg á þeim tíma. Nú erum við hins vegar komin innar í bæinn eða samkomuhúsinu sem var notað sem kjörstaður hér áður fyrr. Myndirnar eru teknar árið 1942 og gefa innsýn í kosningastemminguna á þeim tíma. Kristján, kaust þú einhvern tímann í þessu? Já, ég er nú hræddur við það. Ég kaus hérna í lýðveldskosningunum 1944. Hvernig var þetta hús fallið til kosninga? Þetta gekk alveg fríðulega. Við vorum dálítið frjálslyndir. Við létum nú þá sem áttu erfitt með stíga að kjósa heima hjá sér. Enda fengum við 99% þátttöku eins og hjá Stalín. Á þessum gömlu myndum þá eru ýmsir sérkennilegi karakterar. Hvernig eru Akureyringar? Ég segi að Akureyringar séu gott fólk. Mér virðast þeir í meira jafnvægi en þeir þannig á rigningasvæðinu síður. En það er sagt að menn mótist af umhverfi sínu. Við búum hér umluktir háum fjöllum. Dálítið innilokað. Akureyringar eru kannski eins og mjólkurferðna sem seinlegt er opna, en innihaldið er gott. Þeir hafa líka nokkuð mikla tilheyingu til að loka sig af í hálfgerðu leynireglum og klubbum. Vita að ekki er allir viðhlægjendur vinir og eru því heimakærir, sækja lítið ölstofur og matsölur. Eða þeir eru að rækta eigin garð, pússa bílinn sinn og dóla helgarferðin hérna í nágrennum sem er fagurt. En ræturnar eru að hluta úr danskri mold með ást á gróðri, söng og leiklist. Hins vegar í gróinni sveitamenningu. Og þetta ræktast ágætlega saman síðan að stéttaskiptingin hvarf með aukinni velmegun allra. En tala hér fallegt mál, kveða fast að. Hér býr gott fólk, iðjusamt, hóstilt og glatt, þó að brosið kannski fremur að baki augnanna en í þeim. Nú lognið, kyrðin og tuðið segir til sín. Lýsing Kristjáns frá Djúpalæk á Akureyringum, en heyru nú hvað tveir aðrir Akureyringar hafa að segja þá lýsingu á bæjarbúum að þeir séu lokaðir og erfiðir í viðkynningu. Já, það ekki ára það sem ég er nú hefur hafðið ofnæmi fyrir. Það er þessar þjóðsögur það hvernig Akureyringar séu. Þeir séu svo erfiðir viðureignar og maður lengi að komast inn á þá. Þetta held ég sé komið til af því að höfundar þessara þjóðsögur þeir þekkja ekki Akureyringar. Þeir hafa komið hérna kannski mætt einhverji andspyrnu og einhvern hátt og þetta hefur orðið komið upp úr því þessi þjóðsaga. Þetta er afskaplega gott fólk og ég vil óska öllum Akureyringu hjartanlega til hamingju með þetta stóra mæli nú. Það er nú kannski ekki rétt að lýsa sjálfan sig. Ég reikna með því að það sé öllum mönnum erfiðast að þekkja sjálfan sig. En ég held að það sé ekki öllu leyti rangt að fullyrða að Akureyringar séu svolítið öðruvísi heldur en aðrir Íslendingar. Ég geti þá helst sagt að ég hef fundið svipað andrúmsloft í Stykkishólmi eins og hér á Akureyri. Það eru einhverja leifar af danskri menningu hérna á Akureyri sem tengist umhverfinu, tengist gróðri, virðingu fyrir náttúrunni og ég held að við getum sagt sem svo að það hvíli yfir Akureyri einhver ró og heiðríkja sem er ekkert mjög nýtískuleg. Það getur því vel verið að mörgum finnist Akureyringar ekki mjög nýtískulegir. En þessi ró er einmitt hluti af því sem ég held að Íslendingar nútímans hefur mjög gott af því að fá svolítið meira af.
Já, þeir eru svolítið öðruvísi en aðrir Íslendinga, sagði Tómas Ingi Olrik Akureyringa. Og vístur það að hefði einhver utanbæjarmaðurinn hitt fyrir sér þennan flokk manna hefði viðkomandi fljótlega samfæst Akureyringa væru reyndar talsvert öðruvísi, en sannleikurinn bak við þessa myndir reyndar sá að hér að ræða atriði frá útiskemmtun árið 1949 þar sem að keppendur í knattspyrnuleik klæddust skrípabúningum bæjarbúum til skemmtunar. Áðan sáum við samkomuhúsið sem leiks við pólitískra valdabaráttu á árunum milli 1940 og 1950. En þó húsið hafi verið þýðingamikið sem slíkt, þá hefur hlutverk þess sem miðstöð leiklistar á Akureyri verið mun stærra. Eðvar Sigurgeirsson á heillebrot úr allnokkrum leikritum sem hafi verið sett upp í samkomuhúsinu og eru þessar myndir frá árinu 1945 Karlakórinn Geysir í samvinnu við Leikfélag Akureyrar réðst í það að sýna sjónleikinn Gamla Heidelberg. Í sýningarskrá segir að tilgangurinn hafi verið sá að safna peningu til byggingar söngheimilis fyrir kórinn. Meðal leikar í þessu verki voru Jóhann Guðmundsson, Stefán Jónsson, Jóhann Ögmundsson, Árni Jónsson og Brynhildur Steingrímsdóttir og fleiri. Greinilegt að kórfélagar höfðu mikið dálæti af þessu leikriti eftir þýska leikrita og skáldsagna-höfundinn Wilhelm Meyer Förster því þetta í annað skipti sem þeir settu verkið á svið. Fyrri uppsetning var árið 1932 en þá var Ágúst Kvaran leikstjóri.
Það var skammt stórra högg á milli í samkomuhúsinu árið 1945. Þessar myndir eru teknar á sýningu Leikfélags Akureyrar það ár á leikritinu Lénhöfðu fógetti. Með aðalhlutverkin fóru þau Jón Norðfjörð og Sigríður Sjött. Sigríður, hvernig var þessi sýning? Hún var mjög skemmtileg. Það voru ágætisleikarar þarna og Jón Norðfjörð var leikstjóri og lék einnig Lénhöfð. Og það var, mér þótti þetta alveg sérstaklega skemmtilegt. Ég gat sungið þá nefnilega. Getur þetta ekki lengur? Já, jú, þegar ég ekki með hálsbólgu. Hvað þetta leikfélag gamalt? Það 70 núna í ár. Það var stofnað 19. apríl 1917. Þannig var að það voru nokkrir góðir menn hér í bænum sem höfðu komið skuggasveini á fjalirnar að þeir sameinuðu kraftana og stofnuðu Leikfélag Akureyrar. Hvað varst þú lengi með þessu leikfélagi? Það var nú ekki mjög lengi vegna þess að við hjónin fluttum úr bænum nokkur ára skeið og ja, ég lék auðvitað þar sem ég var búsett en nú ég komin út úr öllu þessu. Því miður. Saknaðu þess? Já, það var alltaf svo gaman. Hvenær fannst þér vera blómaskeið leikfélagsins? Já, það get ég nú ekki dæmt um. Ég gerir ráð fyrir að það hafi verið mörg blómaskeið en svo lægðir á milli eins og í öllum félagsskap. Það er nú ekki bara Sigríður sem hefur leikið í Lénhöfðu fógetta. Hvernig fannst þér þetta leikrit? Mér fannst það nú frekar spennandi. Ég var nú mjög ung þegar ég leik þetta í kvikmyndinni. En hún, eins og þú kannski veist, og flestir muna, þá fekk nú þessi mynd ekkert sérstaklega góða dóma og svona. Það var nú fyrsta kvikmyndin að vísu sem var tekin upp á Íslandi. Það voru alls konar byrjunarörðuleikar. En það var skemmtilegt. En ég söng ekki eins og Sigríður. Syngur þú kannski alls ekki? Já, ég hef nú þurft að syngja jú í nokkrum leikritum. En það er ekkert fara neitt út í þá sálmu. Hvernig myndir þú lýsa starfsemi leikfélagsins eins og hún núna? Nú, þetta hefur náttúrulega breyst heilmikið. Þetta var atvinnuleikhús 1973. Ég var hérna þegar þetta var áhugaleikhús. Og þetta náttúrulega ekki hægt að líka þessu saman. Nú við, ríki og bær styrkir okkur þannig að við höfum 10,5 stöðu sem náttúrulega engan veginn nú mikið fyrir alla þessa starfsemi vegna þess að við frumsýnum 5 verk sem ansi mikið og þetta kostar mikla peninga. Og svona til samanburðar þá, að því við erum gert að bera okkur saman við Leikfélag Reykjavíkur, þá hafa þeir 42 stöður. En það var nú víst að reyna að bæta þetta eitthvað vonandi textan. Hvort finnst þér eðlilegra fyrir bæjarfélag eins og þetta að starfrækja atvinnuleikhús eða hreinlega bara vera með áhuga leikhús? Sigrún, mér finnst nú ekki. Mér finnst það nú vera ansi mikið og stórt skref aftur á bak ef að atvinnuleikhús ætti að hætta og áhuga leikhús taka við. Ég get ekki hugsað þá hugsun til enda. Og ég vona það að það eigi ekki eftir að koma fyrir. Samkomuhúsið engin táningur lengur. Hvernig þetta hús fallið til leikstarfsemi? Það náttúrulega orðið allt of lítið. Það mjög þröngt á bakvið eins og kallum, til dæmis fyrir senuskipti og annað slíkt. Og það stundum alveg, ég stundum skil það ekki hvernig hægt að koma öllu þessu dóti fyrir bara á litlu plássi. Nú en það að vísu búið að teikna að koma með hugmyndir að stækkun hérna upp í brekkuna
Og það ansi spennandi, það mikil stækkun og nýtt svið. En hvenær það kemur til framkvæmda, það þori ég ekki að segja. Góður andi í þessu húsi? Já, mjög. En mér finnst mjög gott að leika hérna. Akureyri á sér langa sögu sem skólabær og þar hafa ungmenni kynslóð eftir kynslóð fetað sig upp menntaveginn. Meðal þeirra sem lögðu hönd á plógin við að mennta unga Akureyringa eru hjónin sem aldrei gengu undir öðrum nöfnum en Jenna og Hreiðar. Hér Hreiðar á leið upp gilið að barnaskóla Akureyrar með fríðan hóp ungmenn árið 1961. En hvernig stendur Akureyri undir nafni sem skólabær? Ég tel að það þurfi þá fyrst og fremst að sjá til þess hvernig skólarnir starfa, hvort þeir eru eftirsóttir eða ekki. Og ég held að við getum sagt með sanni núna að þeir eru mjög eftirsóttir og Akureyri stendur nú mjög vel undir þessu nafni. Það hefur enn Akureyri alltaf því gert frá því að bærinn varð skólabær sem verður nú upp úr aldamótunum. Hvað eru margir skólar starfandi hérna núna? Það eru starfandi hérna 2 framhaldsskólar og háskóli tekur til starfa í haust. Fyrir svo utan tónlistarskóla og myndlistarskóla og svo barnaskólana sem eru nokkrir. Þú nefndir háskóla áðan. Hvaða áhrif á hann eftir að hafa á stöðu bæjarins? Ég gerir ráð fyrir því að hann eigi eftir að breyta mjög miklu fyrir Akureyri. Í fyrsta lagi þetta mjög mikilvægt skref fyrir skólamálinu á Akureyri. Það hægt að bera þetta saman við stofnun menntaskóla hér 1930 sem hefði geysilega mikil áhrif á Akureyri og héraðið allt. Og háskólinn á eftir að hafa svipuð áhrif á uppgang bæjarins og þróun. Ég nokkurn veginn fullviss það að þetta verður ekki síður mikilvægt. Hvað sérðu fyrir þér stóran háskóla hér? Ég sé fyrir mér háskóla sem gæti orðið á næstu 6 til 8 árum 200 til 300 manna háskóli. Nú erum við stödd í grænum og fallegum lundi hér við menntaskólan. Við hliðin á listigarðinum, gróðurinn hér orðinn til fyrir góð áhrif frá listigarðinum eða hvernig þetta tilkomið hér? Ég held að ég geti nú jafnvel snúið í við og sagt að hér hafi verið stigin fyrstu skrefin. Því að það vildi svo til að 1910, 2 árum eftir að Stefán Stefánsson skólameistari hafi tekið við stjórn hér í gagnfræðaskólanum sem síðan var menntaskóli, þá ákvað hann að hola hér niður örfáum grönnum hríslum sem þótti þá djarft, því að þá trúði því engin maður að það geti þrifist hríslur hér á brekkunni. Hann segir það í skólaskýrslu að þessi blettur sé áveðurs og þess vegna sé þetta nú erfitt en það sé þó reynandi. Og þið sjáu hvernig þessi tré líta út núna, þau hafa þrifist þetta vel og nú dettur engum einasta manni í huga að halda því fram að það geti ekki þrifist tré á Suðurbrekkunni, þar þrífast tré einna best í bænum. Og ég held að það sé á margan hátt hægt að draga samlíkingu af þessu við skólamálinu á Akureyri þegar þeim hefur verið komið hingað í vörslu Akureyringa skólamálum, þá hafa þau þrifist og dafnað vel. Að þessum stúdentsmyndum frá árinu 1942 ekki annað að sjá en að námsfólki hafi þrifist og dafnað vel í menntaskólanum á Akureyri. Og enn sem fyrr það listigarðurinn sem verður fyrir valinu til þess að halda upp á þau tímamót sem stúdentsprófið í lífi námsmannsins. Þessar myndir eru hins vegar miklu yngri eða frá því að stúdentar eru útskrifast árið 1980 á 100 ára afmæli Menntaskólans á Akureyri. Kaldi Anus, Sigidor.
hvergi getið í fornum ritum enda varla von því að staðurinn var til að byrja með einungis hluti úr sérstökum jörðum, Eyrarlandi og Nöstum. En nafnið Akureyri bendir til þess að akrar hafi verið námd í fornöld eins og víða annars staðar á landinu svo sem ótal nöfn benda á. Klemens Jónsson segir í bók sinni Akureyri að bæjarinn sé fyrst getið með nafni í rituðum heimildum seint á 16. öld. Hvað olli því að hér myndaðist bær? Já, það nú áreiðanlega verið hafnarskilyrðin. Þau eru góð hérna, mjög góð. Og sennilega því valdandi að það skip hafa frekar komið hingað heldur en á aðra staði hérna í nágrenninu. Hvaða fólk var það sem kom hér fyrst? Það fyrst og fremst þetta kaupmenn sem koma hérna. Og þeir byrja að versla hér á, já það verður hérna först verslun þegar einokunarverslunin hefst en það hafði nú komið siglingar áður hingað inn til Eyjafjarðar eins og sagt frá. Það var áður talað að skip hefði komið að Gásum en svo farið að tala það að skip komi að Eyjafirði og hérna Akureyrar nafnið nú ekki mjög ríkt fyrir en eftir kaupstaðmyndunina. Það talað Eyjafjarðar verslunarstað alveg fram eftir öldinni síðustu. Og hver skýringin á þessu nafni Akureyri? Já, Akureyrin til. Það hérna litli Eyraroddinn hérna. Já, hvað ég maður segja, þekkja kannski betur það sem Höfnesbryggjan og sá undirlendispartur sem að þar niður á Búðagilinu. Nú eru þessi kaupmenn sem hingað komu danskir. Hvað hægt að tala að Akureyri hafi lengi verið danskur bær? Já, danskur bær, það ekki gott að segja hvað að áhrifin hafi enst lengi. Akureyri vísu danskur bær fram yfir miðja síðustu öld, svo fara þau áhrif minnkandi og þegar þau eru kannski til ennþá og ég gerir mig ekki grein fyrir því sem innfæddur Akureyringur. Enn danskur slettur þegar Akureyringar að tala saman? Það má vel vera að aðkomufólk heyri danskur slettur, þó ég greini það ekki. Vísu maður sjaldnar farin að heyra talað bolsíur sem að stundum nú talað en það reka margir aðkomu með stóraðu þegar ég tala að það hefði punkterað á bílnum mínum. Einn af siðunum sem bárust frá Danmörku og lifa enn á Akureyri kattaslagur eða tunnuslagur. En siðurinn mun hafa borist með dönsku fólki á 19. öld en í Danmörku var hann alkunnur og talinn hafa borist þangað með hollendingum. Í sögu dagana hefur Árni Björnsson eftir gömlum Akureyringi lýsinga á þessum leik og fellur nú vel að þessum myndum sem Eðvarð Sigurgeirsson tók á öskudeginum á árunum milli 1940 og 1950. Tunna var skreytt og í henni var annaðhvort köttur eða hrafn hangandi í kaðli. Síðan var riðið í skrautlegum búningum og höggvið á kaðalinn en hver sá sem var svo heppinn að ná að höggva dýri niður var kattakóngur eða tunnukóngur og þótti það mikil vegsemd. Hús koma og hús fara. Þegar filmusafnið hans Eðvarðs skoðað koma í ljós myndir af fjölmörgum húsum sem nú eru aðeins til í minningu þeirra sem þar bjuggu eða þekktu til. En þessi stöðuga þróun og endurnýjun bæjarmyndarinnar vekur þá spurningu hvar byggðin hafi fyrst myndast í þessu bæjarfélagi við Eyjafjörð. Hún byrjaði á Akureyri. Það var eyri sem reyndar sést ekki lengur í þeirri mynd og hérna inn í innbænum. Byggðin sem sagt byrjaði í innbænum og á því árið þegar að Akureyri fékk kaupstaðarréttindin 1862 að þá var byggðin eingöngu þar. Hvað gerðist svo? Nú fljótlega upp úr því að þá fór að byggjast út á Oddeyri. Það byrjaði með því að Gránufélagið keypti Oddeyrina sem hafði verið í einkaeign. Gránufélagið byrjaði þarna með húsbyggingar og umsvif og fór síðan að leigja eða selja lóðir undir byggingar. En þessir bæjarhlutar, þar að segja Akureyrin, hinn eiginlega, og Oddeyrinn,
voru lengi alveg sundurslitnar og það var ekki einu sinni vegur á milli og það gerist síðan 1892 að það er lagður vegur á milli og upp úr því fara svo þessir bæjarhlutar að vaxa saman. Hvað byggu hér margir þegar að Akureyri fékk kaupstaðarréttindi? Það voru ekki nema tæplega 300 manns. Hvenær í sögunni var hröðust uppbygging hér á Akureyri? Það er nú ekki kannski svo gott að segja. Ég held nú að mannfjöldaaukningin hafi verið mest kannski á fyrstu áratugum þessarar aldar. Þá held ég að aukningin hafi verið svona meðaltali með yfir 5% á ári. Hins vegar var sjálfsagt mest útþenslan í byggðinni á árunum rétt fyrir 1980 en þá var geysilega mikið byggt hér af íbúðarhúsnæði. Hvað er að gerast núna á afmælisárinu á þessu sviði? Það má nú kannski segja að það sé heldur rólegt yfir hlutunum hér ennþá. Það kom mikil lægð í íbúðabyggingar hér upp úr 1980. Þá á næstu árum þar á undan og þá hafði verið byrjað á 250 íbúðum á ári eða svo. En þetta hrapaði alveg niður og allra síðust árum þá hafi þetta ekki verið nema svona 20-30 íbúðir. Nú í ár er þetta líklega aðeins að taka við sér og það hefur þegar verið byrjað á 70 íbúðum í ár. Nú er sagt að vanti mikið á íbúðum hérna og fólk geti ekki flutt til bæjarins vegna þess að fá ekki húsnæði. Það er örugglega rétt, enda eins og ég segja þá duttu íbúðabyggingar alveg niður og okkar áætlanir þær benda til þess að einungis til þess að halda í horfinu. Það er að segja að þegar ekki er reiknað með að fjölgi í bænum að þá þurfum við að byggja 60-70 íbúður á ári og við höfum ekki náð því á undanfarnum árum. Það er ýmis öfl sem ráða úrslitum með það hvort að hús fær að standa eða ekki. Sum þeirra sem hverfa er í vegi fyrir nýju skipulagi, önnur orðin ónýt eða verða eldi að bráð. Hér er verið að rífa eitt af sögufrægum húsum bæjarins sem gekk undir nafninu Karolína Rest en húsið var rifið að hluta til árið 1948. Hér er annað þekkt húsakverfa en hús þetta stóð við Eyrarlandsveg milli Menntaskólans og kirkjunar og var kallað Rósenborg og var rifið árið 1973. Stundum er það óvart á hús hverfa. Hér er eitt dæmi slíkt. Þetta er sögufræg bygging á Akureyri sem gekk undir nafninu Hótel Gullfoss en hótelið var eldi að bráð árið 1945. Á eftir þeim myndum koma ýmsar fleiri myndir af stórbrunum innan bæjamarkana sem Eðvarð hefur náð að mynda.
Stundum hefur verið sagt að veldi Kaupfélags Eyfirðinga á Akureyri væri svo mikið að réttast væri að setja kaupfélagsmerki á kirkjuna. Einn af þeim sem að mjög hafa komið sögu kaupfélagsins er Jakob Frímason en hann var kaupfélagsstjóri í nokkra áratugi. Jakob, þegar þú lítur tilbaka, hvernig finnst þér bærinn hafa þróast? Mér finnst hann hafa þróast mjög eðlilega og vel. Að vísu kannski hefði hann mátt vera fljótari í vöxtinum. Og sérstaklega fyrstu árin þá fannst mér lítið að vera hérna. Eftir að ég var svona vel fullorðinn og kom heim til Akureyrar og settist að hér alveg þá. Hefur mér fundist það vera ósköp eðlilegur vöxtur. Hvað varstu kaupfélagsstjóri hér lengi? Ég var í 33 ár kaupfélagsstjóri. Og hvernig þóttu þér að stjórna þessu? Alveg prýðilegt. Hvernig hefur þér líkað að búa hér á Akureyri? Prýðilega. Aldrei kært að flytja hérna. Hvernig eru Akureyringar? Þeir eru góðir menn og heiðvirðir. Hvernig spáir framtíð þessa bæjar? Ég held að hún verði mjög góð. Það er ómorið þannig að þetta er svo mikil náttúrufegurð hér og mikill gróski í öllu. Nei, við erum ekki stödd á Siglufirði á meðan að síldarævintýri stóð sem hæst, heldur ein við botn Eyjafjarðar. Síldin kom einnig við sögu á Akureyri þó að ævintýrið yrði aldrei jafn umfangsmikið og það var sums staðar annars staðar á landinu. Sem var okkar traustasta gjaldeyrislinn, en sá sem af reynslunni ríkari reynir að bjarga sér hvernig sem fer. Já, sá sem af reynslunni ríkari reynir að bjarga sér hvernig sem fer. Nótinni kastað í náttmyrkri nú það loðnan sem mest veiðist hér. Aflinn gegndarlaust dreginn úr dröfn og það var ekki nóg með að síld væri söltu á bryggjónum á Akureyri, heldur þurfti ekki að fara lengra en út á pollinn til þess að moka henni upp. Þessar myndir voru teknar árið 1947. Já, sá sem af reynslunni ríkari reynir að bjarga sér hvernig sem fer. Þetta starfið sem heillar menn helst og hagnaðar voninn í milljónum telst, en sumt í skatta og sumt í bland af sjómannsins hlut þegar kemur á land. En sá sem af reynslunni ríkari reynir að bjarga sér hvernig sem fer. Já, sá sem af reynslunni ríkari reynir að bjarga sér hvernig sem fer. Þegar frosthörkur eru og stillur myndast á þykkur og sléttur ís á pollinu sem bæjarbúar nota sér á ýmsa vegu. Hér eru þeir að skemmta sér við að dorga niður ís árið 1965. Gísli Konráðsson búinn að vera framkvæmdastjóri útgerðarfélags Akureyringa í nær 30 ár og gjörþekkir sögu útgerðarmála hér í bænum. Gísli, hvað voru margir togarar hér þegar þú komst fyrst? Þeir voru 4. Kaldbakur, Svalbakur, Hagbakur og Klettakur. Hvenær var það sem að þú tókst við þessu? Ég kom til félagsins snemma árið 58, þannig að það nálgast 30 ár sem búin að vera. Ég man það þegar ég var hjá þér á frystihúsinu í gamla daga, þá þótti mér þú alltaf landkrabbalegur. Hvernig lentir þú í þessu? Þú passaðir aldrei inn. Það nú það. Ég var náttúrulega algjörlega ókunnugur sjó og sjómennsku hafði aldrei verið sjó sjálfur. Fæddur og uppalinn í sveit
og það var algjörlega tilviljun háð að ég lenti í því að starfa við útgerð. Það byrjaði hjá Kaupfélagi Eyfirðinga 37. Þegar ég lauk menntaskóla þá hætti ég námi og fór að vinna og þar bauðist mér starf og ég hafði mig við útgerð og starf síðan. Hefurðu getað hugsað þér að verða sjómaður? Ég held ekki. Ég held að það aldrei skallað að mér. En hvernig líkar þið við sjómenn? Ágætlega. Þetta eru náttúrulega við harðduglegir menn og já, það er náttúrulega mjög sem fröður mörgu hér en yfirleitt eru þetta alltaf traustir og ágættir menn. Hvað er að gerast á útgerðarsviðinu hérna núna? Það er nú til dæmis í útgerðarfæri Akureyringa, þá er það nú á svipuðu róli og verið hefur. Við gerum út núna 4 togara sem að leggja afla sinn upp í okkar fiskvinnslu stöðvar. Auk þess eigum við 5. togaran sem að er núna í slipp og verða breytt honum í frystitogara. Og svo eru konur fleiri aðilar, er það ekki líka? Jú, Samherji gerir út 2 mjög myndarlega frystitogara. Og þeir eru með, og svo er Oddeyrinn líka sem er eign þeirra að nokkrum hluta og þeir sjáum útgerð á henni. Þannig að útgerðarmál hér eru í vexti, örum vexti. Hversu stór er Akureyri í heildinni varðandi öflun hráefnis og sjó hér við land? Ef þú meinar heildarafla landsmanna með loðnu og öllu saman, þá er það nú ekki stórt hlutfall. Þó held ég að sé 5% af heildinni, af magni til sem að landaðir á Akureyri og Krossandvísi. Útgerðarfélag Akureyringa var stofnað árið 1945 og markaði það nýjan merkan þátt í útgerðarsögu bæjarins. Aðeins 2 árum eftir stofnun félagsins var fyrsti togari en það var Karlsbakur og síðan komu þeir öðrum og var öllum fagnað vel. En togarar eiga sitt blómaskeið eins og annað og hér hefur Eðvarð fest á filmu minnstu för nokkurra góðra aflaskip úr Akureyrarflotanum. Önnur hlið atvinnulífs bæjarins er iðnaðurinn, en Jón Sigurðarson, forstjóri iðnaðardeildar SÍS, verður fyrir svörum iðnaðarmálin. Ég tel nú að sé margt gott að gerast í iðnaðarmálunum í bænum. Það er breytingar, það þurfa alltaf að eiga sér breytingar